Komiði sæl. Nú ætlar Blikar TV að sýna helstu atriði úr leik Breiðabliks og NSA Sofía frá Búlgaríu í undankeppni meistaradeildar kvenna sem fram fór í Cardiff í Wales þann 25. ágúst síðastliðinn. Blikar keppa í grænum treyjum, svörtum buxum og svörtum sokkum. NSA Sofía keppir í hvítum treyjum, hvítum buxum og hvítum sokkum. Þorsteinn hefur gert breytingu á byrjunarliðinu frá fyrri leik þannig að Kristín Dís Árnadóttir og Hildur Antonsdóttir koma inn fyrir Fjólu Sjölu og Ólöfu Jans sem byrja á bekknum. Það er NSA Sofía sem hefur leikinn, byrjar á því að gefa hér langa sendingu frá völlin sem Fríða sér við og gefur yfir á Hildi. Hildur kemur boltanum á Örnu og Arna sendir hann á Kristínu sem reynir hér sendingu á Söfu en það er kviklega að komast inn í þetta og missa boltan svo út af. Það er Arna sem vinnur hér boltan og kemur honum yfir á Rakel sem er felld og aukaspyrna dæmd. Það er Hallbera sem gefur aukaspyrnu og gefur á Fanndísi sem fer hérna upp hægra megin og gefur svo fyrir markið. Það er boltanum komið frá en það er Hildur og það er komið boltanum aftur frá og nú er það Hildur aftur og hún kemur boltanum yfir á Hallberu sem á hérna fína sendingu fyrir markið en Fanndís nær þessu ekki. Og hér byggja Blikastelpur upp enn eina sóknina. Þarna er Fríða, gefur hann að sendingu á Fanndísi og Fanndís nær nú þessu og kemur yfir á Hallbera sem sendir fyrir markið á Berglindi og það fer aftur fyrir endamark. Hér er það Fríða með boltan og gefur hann yfir á Ingibjörgu og hún sækir hérna fram og gefur hér glæsilega sendingu yfir á Berglindi sem nær til boltan sem gefur hann ekki á markið. Nú Blikastelpur leggja hér upp í enn eina sóknina, þannig Fríða, hún gefur yfir á Kristínu og Kristín á hér fínan bolta yfir á Söfu sem að þeysir upp hægri kantinn og gefur fyrir markið. Þannig er Berglind sem skallar og Rakel nær þessu kemur sig yfir á Fanndísi og Fanndís á hér hörku skot á mark en þetta fór hárfínt framhjá. Hér á Sofía aukaspyrnu og þeir senda þetta langa bolta fram, þetta er skallað og úrverður önnur aukaspyrna og þær taka hana og þetta er laglegasti bolti en ekkert vandamál fyrir Sonju Láru. Og hérna er Hallbera boltanum á laglega sendingu fyrir markið og Berglind er að snerta þetta en ekki gera sér mat úr þessu. Og hér sækja Blikastelpur fram enn einu sinni og það er Ingibjörg með flottan bolta en þetta er skallað og úrverður aukaspyrna sem Blikar fá. Og það er Fanndís sem tekur aukaspyrnuna og þetta er flott skot en fer rétt yfir. Hér snúa Blikastelpur vörn í sókn og það er Hildur sem kemst í boltan og sendir hann hérna á Hallberu. Og Hallbera á hér flotta sendingu á Fanndísi sem geysist upp vinstri kantinn og hann er hér skoti fyrir markið og það er Rakel sem tekur þetta og kemur svo á Kristínu sem á hörku skota á mark en þetta fer rétt yfir. Nú eru sóknirnar á stelpunum orðnar svo margar og færin svo mörg að nú er eiginlega komin tími á mark. Það er Fríða sem kemur svo á Kristín á Rakel og Rakel kemur svo á Fanndísi og Fanndís sækir hérna að markinu á vinstra megin. Gefur fyrir og það er Svafa sem að skora glæsilegt mark og staðan orðin 1-0 fyrir Breiðablik. Nú eru stelpurnar komnar á bragðið og ætla að láta kné fylgja kviði. Það er Fríða og Ingibjörg. Og Ingibjörg með frábæra sendingu hérna upp á Berglindi sem að tekst loksins að koma boltanum í netið með einum af þessum frábæru háu boltum sínum. Staðan orðin 2-0 fyrir Breiðablik.
Og það er Arna sem tekur hér innkast og gefur á Kristínu. Hún kemur þessu upp á Ingibjörg og Ingibjörg á Fríðu. Fríða gefur hér á Fanndísi og Fanndís á Hildi og Fanndís með þrusu skot og þetta er sláinn inn, steinleikur. Staðan orðin 3-0 fyrir Breiðablik. Og þannig var staðan í hálfleik. Og þó að Blikar hafi haft algjöra yfirburði, þá tók Óskar 30 mínútur að koma fyrstu markinu á búlgörsku stelpurnar og eftir það komu þau hvert á fætur öðru. Og þá var það seinni hálfleikur. Það er Kristín Dís sem gefur boltan hér á Hallberu og Hallbera fer upp kantinn og gefur fyrir og það er Rakel sem skallar en markmaðurinn kemst í þetta og þetta er stöngin út og Blikar fá hornspyrnu. Og það er Hallbera sem tekur hornspyrnuna og þetta er flottur bolti og það er Rakel sem skallar þetta en þetta fer í slána. Þá er það skipting hjá Blikum. Það er Hallbera sem fer út af og Olivia Chance sem kemur inn á. NSA Sofía vinnur hér hornspyrnu. Og þetta er fínn bolti en Sonji á ekki nokkru vandræðum með þannig. Blikar gera hér aðra skiptingu sína. Út af kemur Hildur Antonsdóttir og inn á fer Ester Rós Arnarsdóttir. Og hér er það Fanndís á leiðinu upp hægrikantinn og hún gefur hérna út á Rakel og það er brotið á henni og dæmd aukaspyrna. Og það er Fanndís sem tekur aukaspyrnuna. Þetta er flottur bolti og efni í stöngin en þetta fer hárfínt framhjá. Og það er Fríða sem er með boltan á góða sendingu hérna upp á Ester. Ester sendir fyrir markið á Olivia. Olivia var á Berglindi. Og þannig kemst Olivia aftur í boltan og fyrir opnu marki en á skot í hliðarnetið. Og það er Fríða og Ingibjörg. Og Ingibjörg sendir langan bolta upp hægrikantinn á Svöfu sem gefur fyrir og það er Arna sem yrði þetta og gefur á Fanndísi. Fanndís sendir inn í teig og það er Ester sem yrði þetta og kemur þessi í netið. Glæsilega gert. 4-0 fyrir Breiðablik. Þá er það þriðja og síðasta skipting hjá Blikum. Það er Rakel Hönnudóttir sem kemur út af og inn á fyrir hana kemur Selma Sól Magnúsdóttir. Þá er það skyndisókn hjá Blikum. Það er Sonji sem á hér langt útspark og það er Ester sem nær þessu og kemur þessu yfir á Fanndísi og Fanndís á hér fínt skot en þetta er varið. Og þá er það eina af síðustu sóknum Blika. Það er Fríða sem á hér langan bolta fram á Fanndísi sem gefur fyrir markið á Berglindi sem á skot í stöng og þetta er náttúrulega afskaplega pirrandi. Þá erum við komin hérna í uppbótartíma. Það er Fanndís, gefur yfir á Selmu og aftur Fanndís og yfir á Örnu og Arna reynir að koma boltanum fyrir markið og Arna reynir aftur og það er Ester sem gefur hérna á Selmu Sól sem að gera sér lítið fyrir og þrusar í netið. 5-0 fyrir Breiðablik og þetta eru lokatölur, afgerandi sigur og gott markahlutfall hjá Blikum. Hér má svo sjá tölfræði leiksins sem finna má á vef UEFA en þar má sjá að Breiðablik átti alls 24 marktilraunir á móti 2 hjá NSA Sofía. Það er aðeins í fjölda brota sem NSA Sofía hefur eitthvað að segja í Breiðablik en þau voru 12 á móti 8.